Ég horfa á íslensku tófæruna. Þá erum við komin í þetta Guðmundur Arnars, Ljónið. Sæll og blessaður. Sæll. Þú ert stattur hérna, já, eins og einhver sagði, lengst út í Raskati. Já. Úthlíð, Skaftártungum. Það passar. Og með þetta gull hérna inn í skúr. Já. Hvað? Einhvers þarf að gefa maður gullið. Þá erum við ekki að tala um hérna sko. Og fólk fatti það. Herðu, hvað segir þú? Þú ert bara ekkert verið mætt síðan, hvað, 2017 sagðum við? Nei, það passar. Hvað, af hverju? Þetta bara svona, það breytist aðstæður og vinna og annað og... Já, þú fluttir í sveit og er bóndi. Já, það passar. Og líka bara helviti vel eða ekki? Jú. Eða rosalega vel, orðum það rétt. Já. En þú ert alltaf bílinn alltaf og einhver sagði mér það að menn vildi alltaf kaupa hann að þér en þú vildir ekki selja. Já, það er aðeins búið að reyna. Það er bara engin boðin á hátt. Nei, og meina, hann er falur. Nei. Ef það er rétt verð. Já, er ekki alltaf rétt verð. Já, það segja menn en það er ofta ekki alveg rétt. Nei, akkurat. Menn vilja eiga þetta sem leiktæki. Já, það er nú eiginlega svoleiðis nú í þessu tilfelli. Hefur eitthvað verið að leika á hérna í sveitinni? Það er nú voða lítið. Ég reyndi að nota hann hérna síðasta sumar og með til Víkur, 17. júní hátíð. Já, ok. Það er hérna einn af sponsorunum sem var á honum alltaf, það var afmælisveisla hjá fyrirtækinu. Já, ok, varstu þá að keyra menn í bíltúrum eða? Nei, það var bara stóð bara... Já, til sýnis? Já, bara til sýnis. Já, ok. Það er mesta sem þú reyft hann? Já. Upp á kerru og niður aftur? Já, aðeins eftir Víkurgötunni. Já. Hefðu, en segðu nokkuð eitthvað aðeins frá bílnum? Já. En það er eins og hásingin hjá þér, sem það við? Já. Hvað, er þetta allt heimasmíðað? Þetta er allt smíðað á Ljónsstöðum. Já. Þetta er sem sagt 9 tommu Ford drifið. Já. RCVF öxlar, 4 stykki. Já. Og hérna, já, 9 tommu Ford með sem sagt þunnum pinjón. Það var að vera spuglur í kílóunum. Fyrir ekki, nú verð ég að spyrja, þunnum pinjón. Já. Hvað erum við að tala um þar? Herru, það er yfirleitt alltaf 9 tomman þegar þetta er komið í þessi hlutföll þá er það svo þykku pinjónin og er náttúrulega tölvöld þyngd í því. En þetta er með svona ekstra þunnum pinjón. Er það ekkert veikara? Nei, það er ekkert veikara sem hlutfalli sjálft. Já. Alls ekki. Það er bara sami styrkur og er þetta sterkara járn í þessu þá eða? Nei, það er rauninni bara, þetta er bara óþarfa þykkt í sem sagt, það er ekki tennurnar eða það sem er þynnra. Kaupir það tilbúið, það frestu þið bara þetta niður sjálfur eða? Nei, þetta er bara tilbúið sem sagt. Já, ok, þetta er bara hægt að kaupa þetta? Já. Ok. Og hefur eitthvað verið að brjóta eitthvað eða skemma eitthvað þú varst að keppa á hana? Það var náttúrulega svona aðeins nökrar fyrsta árið, lítið sáttar. Já, það er nú bara fæðingar sem verða fínir sér að. Og það mitt var hérna spúllinn sem var notaður, hann hendaði greinilega ekki í torfærunni. Ég og fleiri hefum lent í því að hann brotnaði sko. Já. Og skemmti drifið og annað. Já, ok. Þannig að það var að taka spúlinn í öllum drifunum, 3 og wifi-ra það. Ok, og þið gerðu það vantilega? Já. Og er það eitthvað standard sem settu í staðinu eða? Nei, við rauninni bara styrktum spúlinn sem var fyrir sko. Já. Það var svona búið að bora út til að létta hann, en við styrktum það bara þannig að það er rauninni bara sami spúllinn áfram. Já, ok, það bara lagfærið það? Já. Ok. Og svo settum við svona hjálparstuðning á hérna kampinn sem heldur við kampinn þannig að hérna hann sé síður að spenna sig frá pinjónunum. Já, ok. Þannig að eftir þetta hefur verið gert þá er ekkert vesen? Nei, það hefur ekki verið neitt vesen 7-9-13. Já. Þú varst ekki að brjóta öxla eða? Nei, það reyndar, hefur nú kannski, held ég ekki komið fram áður en það reyndar, hefur einsinu brotnað öxull í honum. Nú? En það var hérna, þegar það var að pröfa hann í fyrsta skipti og var keyrt út af vegstæðinu. Já, á Ljónsstöðum? Já, svo átti að beygja inn á vegstæð og þetta taka svona aðeins beygju. Þá heyrðist bara bang! Nú? Þá brotnaði aftur öxull í honum. Býðu nú, var það eitthvað veikpunktur eða var það eitthvað? Það var allavega vildi framleiðandinn meina að þetta hefði verið eitthvað gallaður öxull sko. Já, ok, það var galli, ekki hvað annað. Það er líka að segja, bara á sléttu. Já, það var sem ágætt að hann fór þar. Já, það hefði verið skemmtilegur að hann hefði ekki farið annars staðar, náttúrulega. Já. Það er leiðilegt. Og svo var hérna smá vandamál með skiptinguna fyrsta ári líka sem var svona. Hvaða skipting ertu með? Það er C6. Þú ert með Ford-mótorunum líka það? Nei, ok. Það er 427 LS3. Já, ok. Þú ert með, akkur C6 skiptingu þá?
Það bara, tali henta bara betur í þetta Ok, en fyrir ekki, ég bara svo hissa að heyra þetta sko. Já, já. Ég veit að Chevrolet alveg aftur og svo ljónakassinn og... Já, akkurat. En svo ef menn er svo hjá skóla þá er það með Ford og Vel og Coyote mótorinn og... Já, og CX-skiptingu. Já. Ég reyndar er ekki innkomið CX-skiptingu líka. Jú. Já, alveg rétt. Já. Hvað er úrslit í mér? Þú ert ekki svo eini. Nei. Þú er kent hinnu líka. Já, já. En hérna, liðhúsin hjá þér, Já. er það standard Ford hérna ytri hlutin að því eða? Já. Þið hafa ekki smíðað þau? Nei, það er þess að 2005 og upp úr Ford liðhús. En bremsukerfið það er? Það er Toyota Land Cruiser 90 afturdiskar. Já. Og svo er það Ford Mustang 2016 bremsudælur á framan. Já. Og hérna Mustang bremsudælur aftan. Því hljómar það skemmtileg sem segir frá maður. Yfir það heyrir maður Suzuki Jimny eða Subaru. Já. Og svo er vökvabúster úr Ford Mustang. Já, ok, eftir með vökvabremsu, hérna, Já. það er ekki í vakuum. Nei. Það er eins og hjá honum hérna Svan. Hann er þetta með RAM. Já, úr Dodge-inum. Já, einmitt. Alveg þræl flotta bremsu segir hann. Já, þetta er alveg mjög góða bremsur á þessum sko. Já. En það fjöðrunarkerfi hjá þér, ég sé út með Ori eða ekki? Jú, Ori. Ertu búinn að með það frá upphafi? Já, það var sett í hann strax á byrjun. Og hvernig hefur það reynst þér? Bara mjög vel. Hefur eitthvað prófað eitthvað annað? Nei, það hefur ekki verið pröfað neitt annað. Nei. Þetta er bara það sem var sett í hann upphafi. Já, ekkert í vesinn? Nei. Tekið það flott ástað? Og svo er hérna, sér mamma viðhalda hérna, að það skemmist ekki hérna. Það er íslensku liturinn bara? En það er Rollan? Já. Þetta er alvöru? Made in sveitin? Já. Og mótorinn segirðu, hvað erum við von í húttinu hérna? Herðu, það er 427. Já. LS3. Er þetta einhver keppnisvél sem var keypt eða? Nei, þetta er í rauninni bara, já, ég keypti hana náttúrulega sprungu nýja sko. Já. En hún er hérna, þetta er bara í rauninni standard götumótor. Já, ok, ekki tjúnaður eða neitt og... Nei, það er bara hægt að keyra hann þess vegna á 95 oktana bensíni. Kaupir hann tilbúðinu utan bara eða? Já. Bara svona kreitmótor eins og þið kalla það? Já, bara frá Blueprint. Já. Bara kassavél, tilbúin í hvaða bíl sem er. Já. Og... Svo hefur verið með 100 hestafla nitro á henni. Þú ert í nitrónu, já? Já. Hvað er svona mótor? Er einhver 500-600 hestafla eða? Hann er 625 skráður. Já. Dínatestaður og svo hefur verið með 100 hestafla nitro á það. Eða 6,2 lítrar mótorinn? 7 lítra. 7 lítra? Já. Út með 7 lítra Já. mótorinn, já. Ok. Og þú varst ekkert að kvarta yfir að hestaflaleysi, eða? Nei. Ha? Það var mér þess að fyrsta árið þá var ég nú yfirleitt með slögt á nitrónu nema svona bara í einhverjum versta aksjóninu. Já, ok. Já. Þú bara slökktir á því? Já, ég var ekkert með það í notkun. Nei, ok. Ekki flókið? Nei. Ha? Og hérna aftan á hennar mótor segir þetta með CSX-skiptingu. Já. Má sjá, já. Aðeins að kíkja þannig hjá þér. Sjáum kannski ekki mikið en... Nei. Eitthvað. Og svo er hérna er þessi vökvabúster. Já. Og Mustang. Þetta er búið frá upphafi hjá þér? Já. Þetta er það sniðugt. Vökvastýrið þarna og þrýstimælir. Já. Og forðabúrið. Fyrir? Þetta er fyrir stýrið sem sagt. Já. Og svo er sem sagt stýristæla þarna. Er hún reyndrifin eða er hún... Já, hún er reimdrifin. Hún er rauninni bara fyrir bremsurnar og þessi fyrir stýrið hérna. Já, ok, er tvær? Já, hún er fyrir stýrið hérna sem er boltast framan á sveifarasinn. Þú sér það nú reyndar ekki. Nei. Já, hún er boltað á Sauðárásinn? Já. Já. Hún er líka smíðuð á Ljónsstöðum. Er hún fyrir stýrið? Já. Var hún aldrei eitthvað vandamál með hana eða? Nei, það er ekki. Lenti ekki skúli á Simba ekkert tímann á 2019 á Blönduósi og hún á sprengi út úr sér og eitthvað vesel? Jú, hann pröfaði með þetta setja svona hjá sér en það virtist ekki virka sko. Já, ok, skrítið. Já, það var eitthvað verið að, já, það er kannski ekki alveg komin botn í það af hverju það virkaði ekki. Það er Ljóns ungi, já, allir ekki, það geti verið. Já. En þú ert með allt hérna lokað undir honum? Já. En það er búið að vera líka alveg standard hjá þér? Já, það er búið að vera alveg hérna þessi hlíf hérna til að varna því að spýti síður í vatn eða grjót í mótorinn og já. Svo er alveg
svo passaði í smíðinni að myndi ekkert standa niður úr honum, það á hvergi að vera neitt stífufestingar eða neitt niður úr honum. Já, ok. Þannig að sé... Þið hafið hugsað þetta sem til enda alveg. Það var hugsað ýmislegt. Já, það er ekkert sem að maður sér hérna. Ekki einu svona spottar. Nei, nei. En hérna, þú ert með akkusvamp eins og allir hinnir hérna. Já. Þannig að þú veltir einhvern tímann á bílnum með það? Já, já, það er búið að pröfa það. Var það eitthvað mikið eða? Já, það var nú sérstaklega hérna í Ameríku fyrsta árið, þá held ég hann hafi rúlað einhverja 6 hringi. Já, ok. Já. Var það bara út af, þetta var mikið börðið eða? Já, þetta er náttúrulega mjög langar brekkur sko. Já. Svo byrjaði hann bara tiltölulega ofalega og svo bara hætti hann ekki finna alveg á botninum. Þú tókst nú ekki svo svanur í það? Nei, nei. Nei, þú náður ekki að slíta bílinn í sundur? Nei, akkurat. Nei. En hérna... Og svo reynda kveiknaði í honum líka þarna. Í Ameríkunni? Já, fyrra árið í Ameríkunni. Nó? Já, já. Hvað skeiði? Herðu, það hérna hefur sennilega spýst einhver olía hérna á pústflækjuna. Já. Af skiptingun eftir veltu. Og hérna, þetta logaði duglega í honum. Og býðu nú við skemmtast eitthvað? Nei, það kom nú ekki að sök sko. Við náðum bara að halda áfram og klára keppnina sko. Ljónið fireproof? Já. Hann reynda fór ekki í gang þegar átti að setja hann í gang í gáminn svo. Nú? Þá var hérna, hafði leitt eitthvað saman í rafgerfi. Vildi hann ekki fara heim? Nei, það var reyndar í bæði skiptin, hann vildi ekki vera heim úr Ameríku. Já, ok, ég ætlaði bara eftir. Það var líka seinna árið, þá vildi hann ekki fara í gang þegar átti að setja hann í gáminn. Já, ok. En þá var reyndar bara rafgeimurinn ónýtur. Já, það var ekki flóknara það. En hérna, þegar ég er að horfa hérna á uppsetningunni hjá þér hérna, þá er mótor svolítið framalega miðað við að langt bíl svolítið kemur að hérna hvalbaknu hjá þér. Já. Er þetta vantar einhver ástæða bak við þetta, eða ekki? Jó, þetta átti að vera, þannig að það væri þægilegra að skrúa í þessu sko. Þannig að það væri rýmra hérna, svo skrúa skiptingun úr og eiga við þetta. Já. Þurftu eitthvað að eiga við það? Það er hérna, það var nú hérna aðeins, það er nú svona mesta klúðrið í torfærasögunni. Það var hérna, ég átti að reyna að skipta skiptingu hérna á Akureyri í honum. Fór skiptingaður? Já. Hvað? Þetta var nú eiginlega, eins og segja, þetta var nú svolítið klúður að við vorum í fyrsta og öðru hérna, ég og Snorri og vorum langt á undan og það bilaði skipting hérna þegar, já, bara í næst síðustu braut og hann bara bilaði upphafi brautarinnar. Já, ok. Þannig að það var talið að það myndi nú tapast fullt af hérna stigum á að vera á að fara bara heim, en það hefði náttúrulega verið að keyra hann bara í öðrum gír sko. Já, fór fyrst í gírinn? Já, það fór bara fyrst í gírinn. En þú ert ekki með lágandrifið? Þú ert með ljónakassa, það ekki? Jú. Það er bara beint út, eða ekki? Já, ég er bara með ljónakassan. Já. Og hérna, já, svo ætlaði að skipta skiptinguna en svo endaði á því að það komast ekki neinir eiginlega upp þessa fyrstu brekku þarna. Já. Og svengu lítilsti í hérna síðustu brautinni. Þannig að ég endaði í fjórða þar, bara 20 stigum á eftir þriðasættinu sko. Já. Þannig að það hefur verið nóg bara að dóla á hana bíluðum sko upp í. Þá hefur endað ofar? Já, það hefði náttúrulega náð bara öðru sættinu eins og ég var hérna á þeim tíma. Já, ok. En þið reynduð ekkert að skipta hana eða? Jó, þá reyndum við að skipta hana sko, en náðum ekki á réttum tíma að græja það. Var það út af plássleysi eða bara... Já, það var náttúrulega bara Gekk þetta svona vel? Já, það var líka bara út af því að menn kom svo stutt í þessari braut sko. Já, bilaði, sko. Gekk svo hratt það gekk svo hratt að Já. Það var mjög löng braut en menn komið svo stutt. Já, þannig að það hefði gengið lengur hjá þeim að þá hefur náðu þessu. Já, þetta er svona, það er... Maður veit ekki allt. Nei. Veit ekki nema að pröfa. Það segir þú. En hérna, hvað ertu með hérna fyrir ekki? Þessi brúsar hérna hjá þér? Þetta er bara veltur að olían á mótor og hásingum og skiptingu það safnast í þessa kúta þarna. Já. Þannig að það á ekkert að leka verða neitt, það á ekki verið neitt olíumengun á hann með hann veltur. Ekkert umhverfisslys? Nei. Ég hef ekki séð þetta. Nei. Ég er kannski bara með lokuð augun þegar ég skoða hérna bílana. Nei, það er allavega svona, ég veit ekki hvort það var margir lagt upp á þeim, við lögum allavega upp úr því að hafa það í lagi. Það var að tala um það svo mikið þegar hann var smíðaður að þetta var að taka þessu að myndi ekki skilja eftir þessu olíu eða annað. Já, ok. Og eins náttúrulega bara eldhætta á annað ef að... Jú, það fyrir að leka yfir allt saman, jú, það er alveg rétt. Þú hefur nú reynsluna því það ekki? Já. Það fór olíu á búskrein og kviknaði í? Já, akkurat.
Já, kíkja aðeins inn í bílinn það Já. Það virkar rosalega lítið pláss hérna en það ég sé að djúpt fyrir lappirnar eða það alveg nóg pláss. Þetta var eiginlega bara alveg smíðað við mig í huga. Ég var bara fór hann inn og svo öll bara mál á honum samkvæmt reglugerðinni. Já. Stóllinn þarf að vera þarna til að maður sé á samkvæmt reglugerðinni. Já, En þú ert með farþegastól? Já. Og hefur eitthvað verið að keyra með farþega? Nei, reyndar ekki. Það hann allan til staðar og það þegar nýtraflaskan í sætinu þarna þegar... Já, hún geymt þarna? Já, skrúðan í hann, ég tók hann Já, það festing þarna? Já. Tók hann bara úr út af sýningunni og var hægt að setja stíðan þá. Já, fyrir krakkana og hlutis? Já. Krakkana, 50 kallana. Það var loftrensarinn í bíl hjá þér? Já. Var það einhvern tíma vandamál hjá þér? Með ryk og drullu og bleitu? Nei, það var bara einu sinni í Ameríku sem hefur verið vesen með loftsíðuna. Já, hvað var það? Það var bara svo mikið ryk þarna þó að verið að skipta loftsíðu þétt að þá bara var bara ein braut og þá bara kom svo mikið ryk í. Já, stíflaðist hún bara strax? Já. Já, Var það hjá öllum bara þannig? Já, það var mjög mikið vandamál hjá mönnum. Þetta er eins og Egilsstaðir þá? Já. Það oft mikið ryk þar? Já. En hérna, mælaborðið hjá þér? Já. Kíkjum aðeins inn í bílinn hjá þér hérna. Hérna ertu með skiptirinn. Þetta úr hvaða bíl? Herðu, þetta úr... Já... Þá höldum við áfram. Þarna ertu með hvað, snúningsmælirinn eða ekki? Jó, snúningsmælir og þetta rauninni nýtratalvan má segja. Já, og svo komum við hérna einhverju takkaborði. Já, það sem sagt vifturnar. Já. Og hérna sem sagt smurkúturinn. Já. Svo hérna við skiptinguna. Startið. Og startið, svissinn. Já, hnífrófinn. Hnífrófinn. Svo við færum okkur hérna, þá nýtróljósið. Þess að nýtrókerfið í gangi. Ertu að meina þegar þú bara kveikir á þig sjálfur eða þegar þú skjóta þig inn eða? Já, þegar ég bara með það kveikt sjálfur. Já, það ekki það að þú skjóta inn á hérna kerfið? Nei. Og hérna takkar bara við það, ég með nýtrómottu á því og bara til að kveikja á því. Já. Svo bara smurljós ef hann hættir að smurja. Og þá smurmælir hérna. Og hérna hleðsluljós. Og svo hérna bensinþrýstingur og smurþrýstingurinn. Og hittamælinn fyrir skiptinguna og svo hérna check engine ljósið. Já, check engine. Og tengið þó að bytja kuppi með það til þess að laga. Já, nákvæmlega. Ég glemdi að spyrja þig, ertu ekki með tölvu svo við mótorinn? Jú. Hvað ertu með það? Það bara hérna... Hvaða tegundur hjá þér? Herðu, það bara sem kom með mótornum. Já, þú bara fengið pakka tilbúð, sem þú segir. Já. 2 fyrir 1. Já. Þetta öryggibóks og talvan sem kemur bara með mótornum. Já, veistu hvaða tegund þetta er? Er þetta bara Chevrolet? Já, þetta bara Chevrolet talva sko. Já. Það er ekki Holly eða hvað þið kallar það? Nei, þetta er bara Chevrolet. Og er þetta eitthvað sem þurfa að stilla eða eiga við eða? Nei, þetta kom bara, það var bara að tengja plus og mínus og þetta í gang. Það er ekki flókið? Nei. Nei, svo það að vera. Já. Þannig að það hérna á sínu stað. Já. Já, hún kom aftur fyrir hann. Þar reynda sko vaskassi úr, það vaskassi úr ram. Nó. Það allar tegundir í bílnum hjá þér? Já. Ford, Chevrolet og Dodge. Og svo þetta skiptingar fyrir skiptinguna. Já. Og svo þetta bara keyptur hérna. Það er bensintankurinn? Bensintankurinn. Já. Og 9 tómmu Ford á aftan. Menn farið hérna slysrækt náttúrulega. Það séu 9 tómmu aftan? Já. Og er það líka sem smíðið á staðnum í Ljónstöðum? Já. Þetta er ekkert sem kemur verksmiðju tilbúið? Nei. Það er bara, það í rauninni, rörið kemur bara undan gömlum, það var undir gömlu Ecoline. Já. Og hérna, svo búið að setja svo höflegur aftan úr 9904 Ford. Það er ekki samúð framan? Nei. Er það ekki hægt eða? Nei, það var svolítið hérna upp á að koma öxlunum fyrir. Já, ok. Bæði, það gæti eiginlega ekki verið nema að koma öxlunum fyrir svona. Já.
Og hvernig öxla er ég aftan? Það er 35 rullu öxlar. Og þú hefur brotið hann bara einu sinni eins og þú sagðir á. Já. Og það var vestmiðugalli. Já. Og svo er það bara alveg sem sagt heimasmíðaðir framöxlarnir allir. En það er heimasmíðað? Já. Bara ljónstaði.is? Já. Og hérna ertu með frá mömmu? Já. Íslenska geran? Já. Það sé að ekki mammaðin heldur framleiðslan. Og er ekkert planið að koma núna á næsta ári eitthvað? Jó, manni langar alltaf. Já. Maður er aldrei að vita. Búskapurinn gengur fyrir? Já, búskapurinn gengur fyrir. Það er spurning hvort þú fáið frí einhver eina helgina? Já, það veltur á því. Já. Hvað þú ert alltaf með spons alltaf á bílum alltaf? Já, það er bara... Borgaðir ekki þó þú mætir ekki? Jú, það er alltaf bara mánaðargreiðslur. Já, ekki það maður sjálfsagt. Þú varst Íslandsmeistari 2017. Já. Og þú hættir á toppnum. Já. Eða tók pásu. Tók pásu allavega. Og það jafnvel að koma aftur einhvern tíma. Hvað ertu með stór dekk undir honum? Herðu, það er 33 tommum. Og ertu með ál eða stálfelgur? Það eru álfelgur. Já. Það eru heimasmíðaðar líka. Nó. Já. Allt meitinn sveitin. Þetta er í grunninn bara Ford 99 felgur Já. Kantarnir, miðjan og kantarnir og svo er bíllokkið heimasmíðað líka. Já, það eru járni eða? Nei. Það er ál líka? Já. Nú, þau farið allar leið. Já. Þannig að það er sem sagt orginaldekkin og þessi eru, hinn eru aðeins þyngri sem sagt orginal Ford dekkin. Já. En já, man ekki hvað að segja. Veistu hvað bílinn viktar hjá þér? Viktar hann einhvern veginn? Já, allan sé ekki, hann er svona 1270-80 eitthvað svo leis. Já, það er það, ekki meira en það? Nei. Nei, ok. Það er vel sloppið. Já, það er. En ein pæling, hönnurinn á bílum, ertu með eitthvað sem þú ferð eftir eða er þetta bara svona, hvaðan kemur hún? Þetta er nú svona, það var náttúrulega að skoða mikið og svo var nú sem ekkert neitt kannski ákveðið. Nei. Þannig að þetta var nú bara svona smíðað eftir hvernig færi best fyrir mótor og ökumann. En þau væntanlega skoðað einhverja fyrirmynd í byrjun, eða ekki? Já, það var ég og við skoðuðum náttúrulega marga bíla sko. Já. Og mældum svona breyttir. Eitthvað sem þú vilt segja okkur frá? Já. Hvað var svona kveikjan að þessari hönnun? Ég meina það antar að einhvers það fær maður hugmyndir. Já. Og svo bara púslaður greinilega út frá því. Já, það er náttúrulega, það skoða náttúrulega allir þegar ekki kórdrenginn til dæmis. Jú, það er náttúrulega gott viðmið sem maður þarf eftir. Já. Er hann svona byrjunin að skoða? Já, hann var sigursæll. Já, hann var allavega gert svona, hann var náttúrulega líka í næsta nágrenni. Já, ok. Það var svona beinast við. Já, ok. En sem sagt, þetta er ekkert líkt honum. Nei. Þannig að við getum ekki sett þetta sé tengt honum. Nei. Og er einhver annar bíl sem þú varst með? Já, svo er náttúrulega bara búið að skoða þetta undanfarin ára áður sko. Já. Bara svona hvernig menn er að leysa ýmsina hluti og svoleiðis og... Svo hafið bara púslað ykkar hugmyndir saman? Og svo svona hvað menn er að hafa lent í vesinu með og líka og reynt að taka eitthvað svona... Fara fræðilega að þessu? Já. Og svo er náttúrulega Litli Jónsunginn, hann er smíðaður með þetta bak við sig líka, það ekki? Jú. Svona allavega reynsluna? Já. En þeir eru ekki alveg nákvæmlega eins eða? Nei, það er svona grunninn er þetta mjög svipað sko, eins og hásingar og hásingar og má segja kannski hásingar, jú, það er náttúrulega mjög margt líkt með þeim. Já, jú. Ætternið er gott. Já. Þið er ekkert að fara fram með það bíla? Nei, það er ekki komið til sko. Nei. Hvað segirðu, ertu með ekki forlinga framan? Nei, það er það var ástæða fyrir því líka upp á að drifkúlan elti rétt þegar hann fjæðrar. Já. Og upp á að sem sagt að framskaftið komist fyrir, það má ekki vera of mikil færsla á því upp og niður. Að því var ástæða
ástæðan fyrir að hafa rauninni fjöðrunina svona. Það er í rauninni svona, má segja kannski líkingu við Ford System eins og í pick-up-bónum sko. Já. Já, það er bara neðri stífan og svo er fest ofan á hana. Já. Til að halda henni réttri. Já, þannig að hún sé ekki, þannig að hún sé svona aðeins Þetta er þá túling. Já, það er ekki. Já, það er reynstofu stífurnar voru svona líka. En þannig að sko, þannig að hún elti, rauninni fari bara svona niður í staðan fyrir að fara pinjónin upp og niður svona. Já, þú heldur hæðin á pinjónum alltaf réttum. Já. Og svo er þetta bara hérna til að varna að fara ekki hérna vatn og krulla á mótorinn sko. Já. Svo ertu með hérna með stýristælun á bakvið í felum. Já. Er það eitthvað sem við megum sjá? Já, það er nú fáir fengið að sjá hérna undir Þá biðum við bara fólk að loka augunum. Já. En hérna er allavega stýristæla. Já, við sjáum nú ekki mikið hérna. Hann leyfir okkur passlega mikið að sjá. Þetta er allt í myrkri. Já. Og hérna er rauninni magn og þrýsti hérna, magn og þrýstingur fyrir stýrið sko. Já. Og stýrið smíðuðu það sjálfur, tjakkstýrið? Já. Það er ekkert keypt tilbúið. Nei. Og það var í rauninni eins og vélinn eins og alveg gert af flestum að hún kemur náttúrulega með loftinntækinu hérna megin sko. Já. En við snérum því náttúrulega við, þannig að þetta myndi liggja betur við og svo náttúrulega eins þegar það er að keyra í vatni þá er þessi barki tekinn af og leiddur loftrensarinn hérna upp. Já, ok. Já. Já. Það er ekki nóg að hafa hérna á bakvið. Við höfum aldrei tekið séns á því sko, ef hann sekkur og annað þá er þetta náttúrulega mjög og maður veit ekkert hvernig gussugangurinn kemur hérna. Nei, það er rétt. Þannig að það var rétt að hafa hann bara hérna alveg í toppnum alveg? Já, og þá er lífið yfir hann hérna líka. Já, ok. Það er engin ekki neitt séns á neinu. Nei, menn það var náttúrulega farið mjög illa út úr þessu vassakstri. Jú, það var nokkru mótorar að eyðilast við þetta. Já. Þetta eiga að vera 67 gráður held ég sem hann beygir. Já, ok. Já. Það er smottir ég bara að segja þér. Það er heldur gott. Og svo er náttúrulega mismunandi hlutföll aftan og framan. Já, þú varst með það svoleiðis? Já. Hver er ástæðan hjá þér fyrir því? Herri, það var nú reynda fyrsta árið, þá var það sama sko. Já. En svo brotnaði þarna drifið fyrsta árið, þannig að það var ákveð að pröfa þetta. Og finnst þið munur á því? Já, ég held að sé undir ákveðinu kringumstæðum. Þá er hann skemmtilegri sko. Hvaða kringumstæðar eru það? Það er svona í ákveðnum halla eða hefur að beita honum og svona fara að gefa honum, þá held ég að sé svona þægilegri í stýri sko. Rífur hann svo meira upp? Já. Munar miklu að framan aftan? Það heitir 427 á framan og 456 á aftan. Já, ok. Já. Það er nú ekkert og engin ólega munur sko. Það er smá þvingu. Já. Menna þú ert að keyra hann bara á venjulega. Hefur þetta engin áhrif á þig? Nei. Það er bara plúsið við það að þú fer í hliðarhalla að þá ættu auðvitað að beygja hann upp í brekkuna. Það er eina sem maður hefur fundið sko. Já. Maður finnur þetta, ég finn enga muni eiginlega í annan tíma sko. Nei, ok. Herðu, ég þá bara þakka þér fyrir að leiða mér að koma og skoða bílinn hjá þér. Já, takk fyrir komuna. Og ég ætla að vona að þú mætir nú einhvern tímann á næstunni. Já, það verður að reyna. Sem heiðursgestur allavega. Já, nú er allavega pressan. Já, takk hérlega. Já, takk. Þú ert að horfa á Íslensku Torfæruna.